Í dag ætla ég að nýta svolítið skemmtilega útgáfu af Fesantil, flugu sem að væri og gott að nota sem kannski efriflug í dropper eða bara sem aðalflugu ef fiskur í uppítöku. Óþyngd fluga og krókurinn sem ég ætla að nota heitir F2.561 frá Arex, þetta stærð 14. Mætti vel nýta hana aðeins minni. Við byrjum að festa þráðinn. Þessi fluga frekar einföld í nýtingu, sem ágætt stundum. Fyrsta efnið sjálft fesantilið og ég tek nokkrar fanir, ég með einar 6 í þessu tilfelli. Og það verður skottið og bakið á þessari flugu. Ég er með hvítan þráð í dag sem að skapa mig kannski svo sem óþarfa vesen, en eins og ég hef áður sagt, það einfalt mál að lita þetta aðeins. Næsta efni sem að við nýtum inn koparvír. Þessi mjög fínn grannur sem akkúrat það sem við þurfum. Nýta niður á nærhliðina, það segja hliðina sem að snýra mér. Og reyna að láta hann lenda neðarlega á krónum. Það ágætt að byggja upp smá búk undir fesantilinu, en þó ekki of breiðan, það óþarfi. Næsta efni sem við notum í þessa flugu döbb. Ég með box hérna af óbærslega fínu þurrflugudöbbi. Það ekki nauðsynlegt að nota það, en kemur hins vegar vel út og það má í rauninni hafa hvaða lit sem að manni listi til í þessu skrefi. Það gaman að nota svolítið ljóst efni. Svona. Lítið meira. Svona. Eins og ég segi þá fesantilið skottið og bakið í þessari flugu og ég tósa fanirna fram. Reyna að láta þær lenda beint ofan á leggnum og tryggja þær með koparvírnum. Og festi niður. Bakið á þessari flugu, eða það að segja vænghúsið, úr fesantil, nema hvað. Þá ekki að taka
aðeins fleiri fanir heldur en á. Þetta eru cirka 10 stykki. Það er pínu atriði þegar maður hnýtir svona fesantil niður í bak eða vænghús. Það er að ef við hnýtum aftari hlutan af fönunum niður, svona, og tósum það fram, þá verður vænghúsið töluvert efnismeira og stærra vegna þess að það er breikkað dálítið hérna aftar. Þannig að ef maður vill hafa vænghúsið lítið og nett, það er ágætt að hnýta endana á fönunum niður. Og nota það. Það er að sjálfsögðu smekksatriði. Svona. Nú, þóraxið í þessari flugu er úr dubbi líka og eins og með búkinn þá má í rauninni hafa það úr hvaða efni sem er. Ég hef það úr íkorna, gráum íkorna og eins og ég segi, það má vera úr hverju sem er, en það er smá atriði að reyna að hafa það frekar nett, ekki allt of loðið. Þá er mikilvægt að setja lítið í einu. Íkornin er mjög loðið efni, mikið af hárum sem að standa á öllu út í loðið. Skemmtilegt efni að vinna með. Flott. Nú á þessu stigi málsins væri vel hægt að tossa fram vænghúsið og hnýta það niður og klára fluguna. Ég ætla eins og að vera með smá vesen og nota Hungarian Partridge og hafa smá lappir á flugunni til að gefa henni enn meiri líf. Og það sem ég geri er að tek eina fjöður úr bókanum, tek loðnu fjaðrirnar af stilknum, það er að segja þessar sem eru neðst á stilknum. Skipti fjöðurinni svona upp. Og hnýti niður. Það var gott að vera sér út fjaðurklemmu, grípa í stilkinn og passa átakið. Svona þetta stundum. Þetta bjargast. Festum niður stilkinn.
Drögum fesantilið fram. Reynum að halda fönunum af partridgesinum aftur. Svona. Það er allt að koma. Þetta partridge efnið er mjög viðkvæmt, þar að segja þegar maður er að nýta það í, og ég eiginlega bara skil ekki af hverju fjöðurinn slitnaði ekki á hann þegar ég missti fjaðargleymuna. En ég er eiginlega á því að ég hafi átt að skilja með hvað þetta hefur slitnað oft hjá mér. Þráðurinn aðeins farin að drosna. Það var ekkert annað en að byggja upp smáhaus, nýta hnútinn. Snirta þetta aðeins til ef einhver finnst þörf á því, en sjálfsagt óþarfi. Nú þennan hnút ætlum við að lakka. Passa að það fari ekkert í augað. Eins og ég segi, þá er þetta mjög tilvalin fluga til þess að nota sem dropper eða sem aðalflugu þegar fiskur eru í uppítöku, og það má leika sér eins og maður vill með lítavali í rauninni. En þessi virka vel. Fesantil, einhvers konar afbrigði, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.